Vonast til að kaup kínversks auðkýfings á Grímsstöðum á Fjöllum laðað sér fleiri fjárfestingar í ferðaþjónustu hér á landi. Hann stefnir að tugmilljarða uppbyggingu á svæðinu. Fyrirhuguð fjárfesting kínversks athafnamanns í Grímsstöðum á Fjöllum það sem íslensk ferðaþjónusta þarf, segir aðstoðarmaður hans. Heildarfjárfesting nemur tugum milljarða króna og mörg ár gætu liðið þar til hún skilar fjárfestinum einhverjum arði. Gengið var frá kaupsamningum við landeigendur á Grímsstöðum í gær og á kínverski fjárfestirinn Huang Nobu nú rúm 70% af jörðinni. Jörðin eins og stærsta á landinu og eitt hæsta byggðaból þess. Þar eru krossgöturinn á hálendið og stutt í margar helstu náttúruperlur Norrlands eystra eins og Mývatn, Dettifoss og Öskju. Auðkýfingurinn hyggst byggja lúxushótel þar sem ferðamönnum býðst fjölbreytt afþreying árið kring. Halldór Jóhannsson hefur verið Huang innan handar hér á landi. Hann að horfa til uppbyggingar á staðnum næstu 10 árin og hefur lýst yfir að hann hafi tíma allavega alltaf 20 árum þá til að fjárfestingin fara að skila einhverjum arði og það er náttúrulega mjög óvenjulegt. Hans fyrirtæki er mjög öflugt í ferðaþjónustu í Kína og einnig hafa verið að hasla sig vel í Bandaríkjunum og það sem að ég held að sé fyrst og fremst í þessu er þessi mikla náttúrufegurð sem er bæði á jörðinni og kringum jörðina. Þetta víðferðni sem þarna er og möguleikar til þess að njóta mismunandi útivistar og mismunandi árstímum. Hann er náttúruverndarsinni, hann hefur áhuga á að vinna með landgræðslunni og með umhverfisstofnun að því að gera þetta land enn betra heldur en það er í dag. Ég efast ekkert það að gangi þessi áform vel eftir að þá mun áhugi annarra fjárfesta líka aukast. Þannig að ég hef mikla trú á því að Akureyri og aðrir staðir á Norðurlandi muni njóta mjög góðs af og þetta verði til þess að fleiri fjárfesti í ferðaþjónustu.